Komdu sæll, kæri fiskur. Spilin þín komin á borðið, tilbúin. Og það fyrsta sem kemur hér til mín, sem spilin svo skýrt tala það er einhvers konar samband. Í flestum tilvikum þetta ástarsamband eða parsamband af einhverju tagi. Og það maður hér í hásæti eða miðju spilana sem maðurinn sem ræðir, skulum við segja. Hann getur verið þú, en hann getur líka verið einhver annar aðili í þínu lífi sem þetta snýst og einhvers konar samband hefur verið hérna að myndast sem þessi maður partur af. Enska orðið courtship líklega tilhugalíf á íslensku. Það getur þýtt bara þann tíma sá tími sem hefur liðið fram að því að sambandið hefur svona tekið á sig mynd. Og þetta gæti verið eitthvað sem búið að gerast eða eitthvað sem það bil að gerast akkurat núna. Það sem sagt maður hérna sem í tilhugalífi. Hann gæti verið að koma að utan, þessi maður. Því að ferðalag tengist hér inn á hann líka. Nema að þetta sé einhvers konar fjarsamband þar sem aðilarnir eru í sitt hvoru landinu. Þið geti líka verið á leiðinni í ferðalag og ég segi þið vegna þess að langflestum tilvikum þú allavega annar helmingurinn af þessu pari. Það eru áhyggjur hérna líka. Annar aðilinn með einhvers konar minnimáttarkennd eða hefur áhyggjur af að geta ekki staðið undir ákveðnum væntingum eða kröfum. Það getur verið fjárhagslega. Ef til vill var viðkomandi að missa vinnuna eða að staða viðkomandi í svona þessu daglega lífi hefur breyst og það eru áhyggjur af því að geta ekki farið með þetta samband alla leið, það að segja inn í einhvers konar skuldbindingu, jafnvel giftingu. Viðkomandi hefur áhyggjur af því að draumar hans nái ekki fram að ganga og mér finnst mjög líklegt að fjárhagsáhyggjur séu partur af þessum áhyggjupakka sem hér kemur upp. Í þeim tilvikum þar sem þetta ekki rómantískt samband heldur einhvers konar vinnusamband eða samstarf, þá annar aðilinn í samstarfinu að, hvað ég að segja, bera skarðan hlut frá borði. En einhverjir erfiðleikar eru hérna í gangi. Það má kalla það ef til vill hjónabandserfiðleika eða sambandserfiðleika. Eða bara hreinlega það að það þurfi að leggja töluvert á sig
til að halda þessu sambandi gangandi eða til að skuldbindingin sé eins og hún á að vera. Og partur af því getur jú verið fjarlægðin sem ég talaði um áðan, að annar aðilinn sé hérna erlendis eða á leiðinni erlendis, skulum við segja, leiðinni til annarra landa. Ég er ekki alveg viss tenginguna við útlönd hér. Hún gæti líka verið vinnutengd, að annar aðilinn þurfa að sækja vinnu eitthvert annað. En hvað svo sem það þá er viljinn allavega fyrir hendi hér til að ganga inn í þetta samband og leggja á sig eða taka á sig dýpri skuldbindingu heldur en hefur verið áður. Þannig að við skulum sjá nánar, ég tek önnur spil hérna eftir smástund, sjá nánar hvað það gengur út á. Í raun og veru finnst mér þessi spil ykkar, kæru fiskar, tala mjög skýrt og beint til ykkar. Það er ekki mikið flækjustig hérna og þetta kemur allt saman bara beint til mín þegar ég kalla eftir því. Þannig að það að ég tali of mikið þetta getur í raun og veru bara flekkt málin. Mér langar þó aðeins að beina sjónum mínum betur að þessu erfiðisspili. Því það eru hérna áhyggjur og þetta erfiðisspil sem heitir Toil and Labor, sem ég er að reyna að átta mig á hvað tákni þegar að sambandið er að ræða. Ef til vill er erfitt fyrir þann aðila sem er hér, það er að segja í landinu, erfitt fyrir hann að halda sambandinu gangandi eða sjá alla þessar hluti sem tilheyra hinu daglega amstri og ef til vill fjölskyldu. Að erfiðleikarnir geta kannski falist í því og meðan að hinn aðilinn er erlendis og meira laus við þær áhyggjur, þó að það að vinna sé auðvitað heilmikil byrði líka. Þannig að ef til vill bara er hérna samband sem að þarf svolítið að fara í sjálfskoðun, fara í saumana á því hvað er að ganga vel og hvað ekki og hvort að viðkomandi aðilar séu báðir tilbúnir í einhvers konar fjarsamband eða það að annar aðilinn sé mikið fjarverandi. Hvað er hinn aðilinn tilbúin að leggja á sig til að þessi gifting eða skuldbinding gangi upp? Þá ætlum við aðeins að kíkja betur. Þú, kæri fiskur, gætir tala við einhvern sem hefur samband við þig vegna þessa. Þetta gæti verið bara hinn aðilinn í sambandinu sem að vill fara nýjar slóðir. Nú eða ef að þetta er manneskja sem þú hefur þekkt lengi eða ert ef til vill að endurnýja kynnin við, þá er hérna vísbending að það sé vilji til þess. Einhver hefur verið áður í sambandi og er núna einn eða ein og er í tengslum hér
við aðila sem að, eins og ég sagði að hann gæti verið einhver sem að hún þekkir eða hann þekkir úr fortíðinni. Peningar spila líka inn í, eins og þau gera í flestum samböndum og sérstaklega þegar að eitthvað varðandi atvinnu þarf að athugast sérstaklega. Hér er kona sem að lýsingin er að hún sé einbeitt og ráðurík. Hjá einhverjum er þetta systir. Þetta gæti líka verið tengdamóðir eða eitthvað slíkt. En þetta er kona sem tengist lífi ykkar, lífi þínu, kæri fiskur. Gæti verið vinkona sem er ákveðin og fylgin sér. Sem er að koma með einhvers konar tillögu hérna inn. Til að gera hlutina betri eða til að aðstoða þig á einhvern hátt. Hugmyndirnar sem hún hefur eru góðar, þannig að það eru vel þess virði að taka mark á. En einnig geta þetta verið hugleiðingar eða hugmyndir frá þessum aðila hér sem að komu upp hér áðan sem heimilisvinur eða einhvers konar ástvinur sem að þú kannast við úr fortíðinni. Við höldum aðeins áfram. Það er ef til vill ekki ástæða til að hafa miklar áhyggjur af þessu, hvernig þetta mun fara. Eins og ég sagði áðan, þetta var skýrt og það er einhver sem að kemur hérna til þín í heimsókn. Þetta er gestur sem vill þig vel og hann á eftir að hjálpa þér í gegnum þessa erfiðleika. Þessir erfiðleikar sem það umræðir geta líka verið í formi, eins og hér stendur, smávægilegra veikinda eða minniháttar veikinda. Það er alltaf erfiðar að takast á við hlutina þegar manneskjan er ekki alveg 100% heilbrigð eða frísk. Þannig að þess vegna getur líka verið erfiðara en ella að tækla þetta daglega. Og hér kemur sjúkrahús ofan á það, þannig að þetta er í raun og veru bara smá leiðbeiningar að huga vel að heilsunni. Og ef að hlutirnir verða of erfiðir eða þungir, þá er bara að setja sjálfan sig í forgang og endurskoða stöðuna og sjá hvað er hægt að gera öðruvísi til að hlutirnir gangi upp. Í einhverju tilvikum getur verið að þetta sé samband þar sem fyrirvinnan er fjarverandi, oftast karlmaðurinn, og að konan er heima með allar skyldur og erfiðleikar sem fylgir heimili og börnum og er ef til vill sjálf útivinnandi líka. Þannig að hún hefur ef til vill tvöfalda vinnu á sínum höndum og það getur tekið toll af heilsunni og hjónabandinu eða sambandinu. Þá er bara að, eins og ég sagði áðan, endurskoða hlutina, leita sér jafnvel aðstoðar hjá fagmanni, lækni einhvers konar eða
eða þeim sem getur hjálpað. Og ég held að viðkomandi sem líklega ert þú, kæri fiskur, komist í gegnum þetta og geti staðið uppi hérna ánægður með sjálfa sig. En þetta gæti orðið smá barátta á meðan á henni stendur. Ok, kæri fiskur. Skýrt, sagði ég, já, og þó ekki. Þú veist hvort þetta á við þig, hvort sem það með sambandið eða þessa stöðu að vera einn með alla ábyrgðina. Það kemur í ljós. Allavega, þetta það sem ég fæ með þessum spilum núna. Ég þakka þér fyrir að horfa og hlusta. Ég mun síðan útbúa annan lestur fyrir fiskinn eins og hin stjörnumerkin sem verður af öðrum toga með allt öðruvísi spilum. En gangi þér vel með þetta, ljós og kærleikur.